Aristóteles eða Tóti. Hann lagði fram kenningar siðvit, verksvit og bókvit, einnig efnisrök, formsrök, verknaðarorsök og tilgangsorsök. Hann sagði svo að Guð væri frumorsök. Við tengjum hann við eðlishyggju. Hann segir allt hefur markmið. Hann telur að ríkið sé náttúrulegt fyrirbæri. Hann realisti eða raunhyggjumaður. Svo sjáum við þarna á myndinni að Plató sem vinstra megin bendir upp í himininn. Hann einmitt idealisti á meðan Tóti kallinn heldur hendinni yfir jörðinni enda hann raunhyggjumaður. Hann spyr hvað karl og til hvers kona. Svo segir hann konan vansköpuð eftirmynd af karlinum en til í illri nauðsyn til að viðhalda mannkyninu. Þessi maður yrði barinn niður í bæ í dag. Howard Gardner, fjölgreindarkenningin. Horfðu á myndina, sett á hann húfu, munið þetta. Thomas S. Kuhn. Þennan gæja tengjum við byltingu. Þess vegna myndin hann fyrir neðan. Revolution, vísindabylting og þekkingaviðmið. Hann spyr hvernig eiga tveir að tala saman sem eru með sikkura eða ólíka heimsmyndina. Líkt á með sólina og jörðina, sá sem trúi því að sólin snýst í kringum jörðina og sá sem trúi því að jörðin snýst í kringum sólina, hvernig eiga þeir að geta að tala saman? Karl Popper, eða Kalli Popp, hann talar gervivísindi. Hann segir að við verðum að geta ímyndað okkur skilyrði þar sem að kenningin gengur ekki upp, annars hún gervivísindi, eins og til dæmis sálgreining Freuds. Ian Hacking, sem talar vísindastíla, hann ósammála honum og segir að það sé ekki bara til ein vísindaleg aðferð. Nú, til þess að muna eftir þessum kalli, við getum kallað hann Kalla Popp og hérna á myndinni gervipopp, gervivísindi, Kalli Popp, gervipopp. Michel Foucault, eða bara Mickey Foucault, hann rannsakar tengsl þekkingar og valds. Vald orðið sem við þurfum að muna hérna. Vald til góðs og ills. Við tengjum hann við geðsjúkrahús, við tengjum hann við fangilsi, við tengjum hann við fyrirbærið ljóta systir skynseminnar. Nú, hvernig við að muna eftir kallinum, þarna á myndinni fyrir ofan, það nefið stendur fyrir vald, fyrir ofan nefið stendur Foucault og vinstra megin sjáum við Klepp, geðsjúkrahús, hægra megin sjáum við Litlahraun, fangilsi, muna, Foucault, Mickey Foucault. Robert Nozick. Hann vill lágmarksríki, hann frjálshyggjumaður, hann leggur áherslu á eignarétt. Hann kollegi Rawls en ósammála honum því hann vill að ríki á að vera lágmarksríki, þar sem hlutverk þess á að vera þröngt. Samkvæmt honum skattinnheimta þjófnaður og ef ég Michael Jordan þá ríkið ekki að taka neina skattpenninga af mér þó að ég þénist á því að vera ógeðslega góður í körfubolta. Við köllum á Robba Hrausta, Nozick, Robbi Nozick, Robbi Hrausti. Marta og Amartya, þau æði, við tengjum þau fyrst og fremst við færnisnálgunina. Þau voru kollegar og aðdáendur Rawls en þó sammála honum að svo mörgu leyti. Þau töldu hann til dæmis hafa mjög þrönga sýn á réttlæti. Friedrich Nietzsche, eða Frikki Motta. Guð dauður, við drápum hann, því fylgir tómhyggja. Hann talar ofurmennið, hann talar úlfaldan ljónið og barnið. Ef þú hefur ekki hugmyndu hvað það þýðir, farðu í námsefni og skoðaðu. Hann tilheyrir tilvistarstefnunni líkt og Søren Kierkegaard og Jean-Paul Sartre. Hressgaur og hvernig ekkert að muna eftir manni með svona flott yfirvaraskegg. David Hume, eða Dabbi, svolítið frægur fyrir Beauty is in the eye of the beholder. Hann nytjastefnumaður, hjá honum snýst allt að fá sem mesta ánægju til hlutunum. Það virðist ekki skipta miklu máli hvort það sé að borða Snickers eða að fara á góða tónleika í hörpunni. Hann hefur svolítið verið ásakaður siðfræði svína. Hume svarar því þegar einhver vafamál koma upp að þá eigi bara að spyrja sérfræðing. Søren Kierkegaard, eða Sæmi Angist, hann tilvistarstefnumaður og hann talar val, trú eða vantrú og að hún liggi bara hjá einstaklingum. Þessu fylgi angist því að lífið sjálft bara svo óbúslega erfitt val. Hann talar 3 stig lífs, það fagurfræðilegt, siðferðislegt og trúarlegt, hvert öðru æðra og þroskaðara og svo talar hann þetta trúarlega stökk út í óvissuna þar sem þú lætur stjórnina í hendur hins yfirnáttúrulega. Allt mjög dramatískt og skemmtilegt.
Martin Heidegger, eða Matti Tæknó. Við tengjum hann fyrst og fremst við tæknilegan hugsunarhátt eða verkefni 3. Hann segir að í hægðinni liggur möguleiki hugsunar. Það er að segja, ef við hægjum á okkur, þá getum við frekar hugsað, ef við hugsum, þá skiljum við frekar og ef við skiljum, þá séum við frjáls. Þannig í því felist frelsi. Hann talar tiltæka hluti sem hafa notagildi eða fyrirliggjandi hluti sem hafa ekki notagildi. C.S. Peirce, sem gaur. Við tengjum hann eiginlega bara við skoðanamyndun, þar að segja við myndum okkur skoðanir með eftirfarandi leiðum, þrjóskuleiðinni, kennivaldsleiðinni, fordómaleiðinni og svo langbestu leiðinni, leið gagnrýnar hugsunar, sem hin vísindalega aðferð. Sigríður Þorgeirsdóttir, eða Sigga Damn Right, ég ætla að útskýra betur eftir okkur hún fær þetta skemmtilega gælunar. Hún talar og gagnrýnir langlífar eðlishyggjukenningar Tóta gamla, Aristótelesar, en Tóti gamli tengir mismunandi eðli karls og konur líffræðilegum rökum, það ekkert allt töff og tvíhyggja. Það algjört must að allir lesi efnið hana sem í auka námsefninu fyrir heimspeki og það líka einmitt af hverju ég kalla hana Siggu Damn Right. Ludwig Feuerbach, eða Louis Foy, útskýri betur eftir. Guð skapaði ekki manninn, maðurinn skapaði Guð. Guð, Foy, Feuerbach. Simone de Beauvoir, köllum hana Stínu. Hún feministi, hún skrifaði bókina Hitt kynið. Hún segir, konan fæðist ekki kona heldur verður það. Hún gagnrýnir hefðir, menningu, skrif og almennar hugmyndir að konan sé óæðri, ekki ólíkt vinkonu okkar Siggu Damn Right. Flott kona. William Godwin og Mary Wollstonecraft eru ágætt, lítið þau að segja. Godwin, nýtjastefnumaður, anarkisti, Mary, feministi, frumkvöðull, benti á að konur fengi ekki sömu tækifæri og menn, það er alveg rétt. Ian Hacking, eða stílhakkari. Hann ósammála Popper, gervipopp, og bendir á að það sé til ólíkir vísindalegir stílar. Það fer eftir viðfangsefninu hverju sinni hvern við notum, Silly Popper. Það ekki bara til ein vísindaleg aðferð og hvernig munum við eftir þessum gæja? Jú, við köllum hann stílhakkaran og ef ég væri hakkari og það sem ég væri að gera lítið einhvern veginn út eins og Matrix-myndina þetta, þá væri ég stílmikill hakkari eða stílhakkari. Arthur Schopenhauer, gæi með jafn klikka eftirnafn og harðgreiðslu. Þess vegna skulum við bara kalla hann Araböl. Akkurru? Jú, vegna þess að hann var svartsýnn fílupési. Það svolítið svoleiðis. Og hann sagði að listin eftirmynd blekkingar. Það geti allt og hress. Hann sagði líka að tónlist ekki eftirmynd neins, nema þá kannski viljans og ef svo þá felst í henni einhvers konar dýpri sannleikur. Thomas Hobbes eða Hobbi Leviathan, við tengjum hann við samfélagssáttmálann og náttúrulega ástandið. Það að segja, án ríkisins munum við öll drepa hvort annað af því að við erum svo ógeðslega gráðug. Við ákveðum að búa til ríkið, ólíkt skoðunum Tóta að það sé náttúrulegt og hann skrifaði bókina Leviathan sem fjallar stjórnmálakenningar hans, þar að segja að við eigum að afsala öllum okkar rétti í hendur einvaldsins. Platon, eða Mr. P. gamli, lærði af Sókrates, kendi Tóta gamla. Við tengjum hann við algildishyggju, þar að segja frummyndakenninguna, þar að segja hellislíkingarnar. Hann idealisti, sjáðu myndinni, bendur hann upp, og tvíhyggju sinni vegna þess að líkami og sál ekki sami hluturinn, finnst honum allavega, og hann skrifaði frægu bókina Ríkið. René Descartes, eða XY, því að hann fann upp hnitakerfið, segir allavega Google en ekki Pascal eins og kom einhvers staðar fram. Hann franskur, við tengjum hann við tvíhyggju, hann efaðist allt nema sjálfan sig, cogito ergo sum, eða I think therefore I am. Immanuel Kant. Ok, nokkur orð sem við viljum tengja við hann skildu, siðfræði, stjórnspeki, fagurfræði, þekkingafræði, lögmálskenningin, til dæmis breyttu bara þannig að hvað sem þú gerir að þú samþykkir að það verði að algildu lögmáli, þar að segja ef þú svindlar í prófi, þá ertu að segja að það sé í lagi allir sem svindli á prófi, ekki bara þú.
Jeremy Bentham, eða Jenny Benny Nautnasangur, upphafsmaður nytjastefnunnar. Við tengjum hann við réttindi dýra. Hann vildi auka hamingju, draga úr þjáningu. Frá honum kemur nytsemis mælikvarðinn og hann vill spyrja að leikslokum, þar að segja einbeita sér að afleiðingum hvað varðar siðfræði. J.S. Mills, harður keppinautur Schopenhauer sem flottasta hárið, en hann nytjastefnumaður og hann var ekki alveg sammála Jeremy Bentham því hann vill meina að það séu æðri og lægri tegundir ánægju. Hann vildi frekar tala hamingju en ánægju. Frá honum kemur frelsisreglan og hann segir betra að vera vansæll Sókrates en hamingjusamt svín. Hann skrifaði Kúgun kvenna og frumkvöðull í jafnréttismálum. Sókrates var fjarska fallegur maður, segja þeir, en hei, hvað fegurð? Hann faðir siðfræðinnar. Hann segir meirihlutin þarf ekki alltaf að hafa rétt fyrir sér, svolítið mikið til í því, og dauði hann sem mjög gott dæmi það. Við tengjum tvíhyggju við hann, þar að segja sál og líkami, sitthvor hluturinn, enda var hann pollrólegur yfir því að deyja og taldi sál sína bara betur stadda án hafta líkamanns. Hann sá sem að var neyddur til þess að drekka eitrið. Blaise Pascal, við tengjum hann við rök hjartans og þá kannski sérstaklega veðmál trúarinnar. Þar að segja, hann sá sem sagði að það sé þó skásti kosturinn okkar að veðja á að Guð sé til. Þar að segja, við höfum þannig minnstu að tapa hvað svo sem reynist rétt. John Locke, eða týndur, akkurru? Jú, vegna þess að það var gæi í Lost sem hét John Locke líka og það engin tilviljun vegna þess að sá karakter svolítið mikið byggður á hinn upprunalega John Locke, skemmtilegt, en við tengjum upprunalega John Locke við samfélagssáttmála eins og hann túlkar hið náttúrulega eðli að það sem sagt okkar meðfæddu réttindi. Ríkið á að tryggja þennan rétt frá henni svo kallaða stríðsástandi, þar að segja við sem ekki fara að drepa öll hvort annað. Hann tengist mannréttindum, lýðræði, þrískiptingu valds, við fæðumst öll auðblasíða og hann styður ekki algjört valda afsal til eins einvalds líkt og Hobbes. John Rawls, eða Nonni Rawls, við tengjum hann við samfélagssáttmála, réttlæti, dreifingu gæða, hinn fræga fávísisfeld, fjalldalaregluna, við vitum ekki hvað við erum að tala þarna á skoðanámsefni, það að velja besta vestakostin eða maximin-reglan. Hann myndi til dæmis styðja þrepaskipt skattkerfi. Góður maður. William Ockham, eða Willi Rakari. Hann kannski frægastur bara fyrir Ragnhilf Ockhams, sem pínu fyndið vegna þess að heimildir segja að hann hafi verið ekkert með þessa kenningu að gera, en hún var samt skýrð í höfuðið á honum. Kenningin samt felur í sér að flækja ekki hlutina með óþarflega flóknum útskýringum ef það hægt að útskýra með einfaldari útskýringum. En þetta stundum kallað smættarhyggja þegar þessu beitt of. Þá það tveir íslenskir snillingar, Páll Skúlason og Kristján Kristjánsson, þó ekki KK, sem hægra megin á neðrivindinni í fáránlega góðu stöði. Páll talar blind umburðarlyndi. Þetta þurfum við að þekkja. KK talar fjarsjóð fordómana og það mjög skemmtileg lesning í auka efninu fyrir heimspeki áfangan. KK talar einnig umburðarlyndi að það kunni að dylja ágreining og ýti honum út af borðinu á þetta að vera þannig. KK talar lögmálskenningar og leikslokakenningar, það að segja aðgerðir versus afleiðingar. Og hann gerist svo stórtækur að segja að 20. öldin hafi hreinlega verið öld nytjastefnunnar. Jean-Paul Sartre, hann segir tilvera mannsins upprunalegri en eðli hans. Það sem svo merkilegt við þessa setningu að þessi kom á prófinu hjá staðnemunum, akkurat þessi. Þannig að ef hún skildi koma aftur, verið með þetta á hreinu. Og líka hvað hún þýðir. Við tengjum við hann tilvistarstefnu. Hann segir að engin fyrirframgefin tilgangur í lífinu og hann gerðist svo ískaldur að hafa hafnað Nóbelsverðlaunum. Og að lokum Ástralinn Peter Singer. Virðist vera góður maður. Hann eitt mesta heimspeki celeb nútímans. Við tengjum hann við dýravernd, við tengjum hann við þróunarhjálp og hann talar að auðskipting heimsins sé óréttlát en samt hefur hann enga almennilega lausn á því. Hver hefur það svo sem? Ókei, takk og bless.